Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Við komum víða við að venju. En við erum í ferðahug og hittum forráðamenn Icelandair og WOW, en bæði félögin fara mikinn þessa dagana. En við hefjum leikinn í Reykjaneshöllinni sem fagnar 15 ára afmæli þessar mundir. Og það ekki eingöngu leikinn knattspyrna í húsinu, því flugmódelmenn á Suðurnesjum hafa þar vetursetu. Komiði með okkur þangað. Segðu mér, Magnús, hvað eruð þið að gera hérna í Reykjaneshöllinni? Já, við erum að fljúga hérna inniflug. Þetta svona léttar flugvélar, svona 200 grömm cirka. Já, hvernig gripir eru þetta? Þetta eru svona mest svona frauðvélar með rafmagnsmótorum og servostýringum. Og þetta svona eins og pappa spjöld sko. Þannig að flugvélingarnir ekkert miklir. Nema sem sagt, það kraftur sem að knýra það áfram sko. Og eru þið að nýta þessa aðstöðu við vetramánuðina svona til þess að halda ykkur bara heitum? Já, við erum alltaf einu sinni í viku á sundum og svona í klukkutíma. Hvernig félagsskapur er þetta? Eru þið margir í þið eða mörg í þessu? Já, það eru svona 15-20 manns cirka. Þannig að svona misjant. Þetta er mjög góð félagsskapur. Þetta er allt saman eins og segir stóri strákar. Þið eru með þokkalegsta meðalaldur í þessu? Já, það er öll flóran í þessu sko. Alveg niður og upp úr. Hvernig kom það til að þið fóruð að fljúga hérna inni? Það var bara búið að standa lengi til og þetta er náttúrulega löngu byrjað erlendis. Það eru milljónir manna úti að fljúga inni sem sagt yfir veturinn og það er bara komið tíma á okkur. 2009 byrjuðum við á þessu og búin að vera síðan. Alltaf vikulega við vetrartíman? Já, svona eins og hægt er. Það er nú stundum oft mót og svona sem að þurfa aðeins að víkja fyrir fótbolta og annað, þannig að þá dettur út aðeins. En er eitthvað verið að keppa í þessu? Já, það er verið að keppa erlendis í þessu og það er svo sem ekkert mikið hérna ennþá, menn eru svona að æfa sig ennþá. Þannig að það lítur að fara að koma að því að við þurfum að kíkja á það. En er þetta vélar í öllum stærðum og gerðum? Já, ekki alveg kannski. Erlendis eru náttúrulega í öllum stærðum og gerðum, en hérna eru við bara svona með svona cirka eins og þessa hérna, svona meter, svona 80 cm til meter vangaf. Hvað þarf maður til þess að byrja í þessu sporti? Það er bara skráð sig hérna í klúbbinn okkar, eða sérst hérna svokallað innherja, sem er á vegum Flugmódafélags Suðurnesja, og kaupa sér vel og græja hana. Er þetta dýrt? Já, þetta kostar allt eitthvað, svolítið penning sko. Ef það á að vera flott þá kostar þetta penning. Eru kannski fjárstæringarnar dýrasti parturinn í þessu? Já, það eru náttúrulega alltaf dýrastar, en vélarnar kostar náttúrulega líka eitthvað aðeins. Ég vil náttúrulega ekki segja það náttúrulega, það er svo mikið. Nei, en Þeir eru að nota sömu stýringar og þeir eru að nota á vélarnar sem þið notið úti? Já, það er sömu stýringarnar. Þannig að það er þetta að nota þetta. Ég get til dæmis flogið á minni stýringu 30 vélum, sko, eða sérst með 30 vélar í innbyggðum minni, þannig að ég fyrir úti og svo eru menn með þotur og flotvélar og allan pakkan. Segðu mér aðeins frá Flugmódafélaginu, hvað er þetta stór og mikill félagsskapur og segðu mér aðeins kannski frá aðstöðunni sem þið hafið líka? Já, við erum með aðstöðu sem heitir Arnarvöllur við Seltjörn og við erum búin að hafa hana síðan 2006 sem við mistum flugvöllinn okkar hérna út í Gróf og þá græjum við þetta með aðstoð bæjarins og fleirum og góðra manna verktaka, RR-verktaka. Það er gríðarlega flott aðstæða, malbyggubraut og annað slíkt. Já, það er svona flottustu aðstöðum bara norðan Alpahjallar sko. Þannig að það er bara meira á þetta sko. Svo er þarna vatn sem þetta er að fljúga á flotflug og svo er þetta svæði þarna sem er bara frábært útivistarsvæði. Og eru margir að stunda þetta flugsport? Já, þetta er eitthvað 40 manns í klúbbnum svona cirka, það er ekki allir að koma alltaf, en þetta er misjant sko. Svo ég fáið þau til eitthvað gesti þegar ekki bara annar stað frá? Jó, við heldum stundum svona samkomur og fáum gesti og til dæmis 2012 heldum við upp á 20 ára afmæli og fengum þá til okkar Ali Masinci heitir hann, Breti, kom að fljúga hjá okkur og flugvélum hjá öllum í klúbbnum og það var frábært sko, það var alveg vel mætt frá öllu landinu til þess að fljúga og bara frábært. En hvenær stoppið þið hérna í Reykjaneshöllinni og farið að fljúga úti?
Já, það svona kannski loka apríl. Stundum hefur verið fram kannski fyrstu daginn í maí, fyrir eftir veðri bara. Þannig að en við náttúrulega erum að fljúga sumir úti allt árið, sko. Þannig að við erum með skíða á vélunum og stór dekk ef þarf og þannig ég til þess búinn að fljúga í hverju mánuði síðan 93 allavega. En fólki síðan velkomið að koma hingað í Reykjaneshöllina og fylgjast með ykkur og svona fá bakteríuna? Já, það er velkomið að koma og horfa á okkur hérna. Það er bara ekkert annað sjálfsagt. Og hvenær eru þið að fljúga hérna? Við erum á sunnudagskvöldum 18:30. Þannig að það er bara að gera að kíkja á okkur. Og frá Reykjaneshöllinni yfir í aðeins stærri flugvélar. Það hefur verið mikið flug á Icelandair á undanförnum árum og fyrir stuttu síðan bætti félagið við Birmingham, þessari stóru ensku borg við í hóp áfangastaða. Við vorum í fyrstu ferðinni í norðurljósa vélinni. Birmingham er næststærsta borg Englands en hefur vissulega staðið í skugganum af London og síðar Manchester sem vinsæll áfangastaður hjá Íslendingum. Icelandair bætti henni á áfangastaðarlistan hjá sér og hóf áætlunarflug þangað í febrúar. Icelandair flýgur tvisvar í viku til Birmingham á fimmtudögum og mánudögum.